Páll S. Jónsson. Páll S. Jónsson. Það hef ég aldrei. Bíp. Páll Skjóldal Jónsson. Páll Skjóldal Jónsson. Sæll og blessaður. Blessaður. Hvað segir þið gott? Hefur verið betri? Og hefur þið betri? Já. Þú skilst mér komin á eitthvað sem þið kallaði dýraspítalinn. Já, svo segja þér. Já. Þannig að það er spurning, þá læt ég nú kíkja á mig líka og Óskar ef þetta til. Eru þið sem dýr? Við erum hálfgeir dýr, það er ekkert eðlilegt lið sem er í þessu sporti, þú sér það alveg. Gott, ég þurfti ekki að segja þetta. Þú er nú búinn að hitta Sigga. Jú. Það er ekki manneskja. Hann er með hjúkkuna fyrir þið hérna. Já, bíllinn hans. bleika hjúkkan. Já. Hérna, nú erum við búin að labba aðeins í kringum bílinn hérna og fá að sjá myndir hjá þér af þessu. Já. Og er þetta stóra aðgerð? Nei, vona ekki. En þetta er miklu betur en það var. Var svona búast við. Já, sem sagt rétt fyrir brautina hérna á Akranesi, þegar það kviknaði í rollunni. Já. Siggi, viltu vera með? Já, ok. Já, ok. Þetta var Siggi hérna, hann var í viðtalið á hann. Bara stendur og hlær maður, sko. Hann er ekki svona að segja neitt. Hérna, þá fylltu hann að bensíni. Já, það var bætt á tankinn. Og þú sagðir að hann hefði verið sjóðandi heitur. Af hverju var það? Bara drullan sem var þarna. Já, að keyra inn í pitt og tilbaka, það var bara svo mikið álag. Já. Þú drullum allinu þarna. Já, lágt að fara og svona. Já. Og bíllinn bara, allir drullur, allt sem er í kring, sem viftur eru og svona. Það bara... Svo skiptingi var sjóðandi heitt. Já. Þú sagðir að það hefur verið hluta af skýringunni af þessu skeiði. Já, svona með að sjá þetta. Fyrstu bíllanegringunni. Já. Og allir rafmagnsvírar meira og minna bráðnaðir? Já, svona eitthvað allavega hérna aftan, sko. Já. Eitthvað örlítið hérna í vélasal, sko. En ekki eins mikið eins og leit út fyrir að vera, sko. Þetta leit náttúrulega út fyrir að væri bara að vera að skera kjötið niður á diska fyrir fólk. Já, ég held að þetta er bara að fara að vakuumpakka restina og henda rest, sko. Hann var náttúrulega að pakka þér inn í rúllupappír áður en að fóra á. Þannig að hann var tilbúinn í framleiðslu. Svið og svona, þetta er bara vinsælt, sko. Geimirinn alveg bráðnaður. Já. Hann er vantarlega ónýtur. Ég ætla ekki að prófa hann. Þú ætlar ekki að prófa hann, ok. Ég langar ekki að það. En þú ætlar að skipta eins og vantarlega einhverja lagnir þarna aftur í og ætlar eitthvað að kíkja á það fram í eða? Já, við verðum að fara yfir. Eða ætlar að taka sénsinn á því hérna í Hafnarfirði? Ekkert á, heldur í Hafnarfirði? Ég nenni ekki að mæta með þetta bila, það var að hafa þetta í lagi, sko. Ok. En hvað segir þú? Hvað olli svona fyrstu skilgreiningunni, hvað skeiði eiginlega? Sko, það virtist, hann var alveg leiðilega að fara eitthvað upp á snúning. Já. Fyrstu brautina undan. Það var eitthvað, við höfum ekki átt okkur á hvað vandamáli var. Hann var ekki að skila öllu powerinu. Svo þegar hann fyrir að staða þessa braut, þá sér maður alveg að það er power er ekkert að skilast í hjólinu, sko. Hann er svolítið mikið bara að snuða, en hann gefur í og það virðist eins og að konvertinn læsir ekki, sko. Ok. Og þá hefur hann bara verið orðinn helvíti heitur, sko. Bara mjög heitur á skiptingu. Ok. Og svo þegar hann kemur þetta hvellur, þá virðist hann fara alveg í botn og svo hefur hann svona sprungi paktósuna sem sprengt fram úr sér? Já, fram úr sér paktósuna. Beint á konvertur? Beint á konverturinn. Já. Konverturinn dreifti út allt, sjóðheitur náttúrulega. Og það hefur svolítið náð að fara þá í grein eða eitthvað til þess að kveiki í því. Eins og GoPro-myndavélinni hjá þér að það er frá bílstjóranum, þá var eins og hægra megin að fram að koma eldurinn fyrst upp. Já, það gæti alveg passað, sko. Já. Og það er kannski náð þá greinina hann að ná til þess að kveiki og þá náttúrulega kveiknar í allri sjálfskeytuvökva sem er í kringum bílinn sem náttúrulega búið að dreifast út allt, sko. Svo hefur bensíngufa eitthvað náð að kvikna í og... Já, með eldurinn fór alveg bæði fram og aftur, sko. Náttúrulega kannski konvertur búin að dreifa sjálfskeytuvökvanum alveg út allan bíl, sko. Já, þetta logaði allt. Og þeir var nú fljótir að slökkva í sjálfskeytuvökvanum en bensínin var erfitt að slökkva í. Því að hann var í halla aftur og það er öndurinn aftan á bensínselinni og það hefur bara náð að kveikna í. En öndinni, þarf hún ekki að fara að hærra upp eða er þetta alltaf svona beint út bara? Hún er beint út, slangan og vafinn, einhverja hringi og eitthvað, sko. Já. Og svo áður það bara að láta innstefnuloka á þetta sem að ég bara vissi ekki því að þetta er bara tankur sem búið að vera í bílnum sem ég keypti hann og það getur verið pælt í því, þetta hefur virkað og nákvæmlega. Sett út á nýtt. Þannig. En þangað til þessu viðtali? Já, hann kallar... Nei!
gjör svo. Siggi Jippi að sponsa mig, þessi snill. Ný sella? Herðu, verum við aðeins lengur, kannski kemur eitthvað meira. Við vantar líka sko nýja konvertir og kannski fá einhverja spýta og svona. Og hérna... Siggi, koma meira. Já, ekki. Herðu, þetta djöfis snill. En já, hvað var ég? Hérna... Ég veit það ekki, ég er bara út úr kortinu. Nei, herðu, það komið konverti líka. Þessi Sæll. Hvað var meira? Herðu, við bara... Ég fara og Sævar á mikrofónum bara. Skrifa lista hérna. Ef hún okkar hætta? Jú, nei, höldum áfram hérna. Þetta er geggjað. Skipting. Herðu. Hann bendir upp í hillu. Dekkin hún er liðlega hjá mig líka og það er fínt að fá álfölgur og eitthvað og svona, þú veist. Þú heima, ok. Öllu búið að redda öllu hjá þér. Já. Rafkerfi. Sigga ferði græði allt saman, það er bara þannig. Já, tím Jippi með þetta Hann er svo hreinu. auðmingagóður, ég fór á 4 og hann alveg hleypti við einu leið, sko. Við hann var með uppáferði, sagði hann. Já. Þú fórst á 4, sagður þú? Veist, hann er að bjarga minn, maður bara þarf að gera sem þarf að gera, kallum. Eða rétt síðan heita konaðinn í útlöndum? Já. Já, ok. Það var einhver að sinna þessu ástandi á meðan, sko. Á heimilinu? Á heimilinu, sko. Það var að ná að losa út þetta þrýsting, sko. Já, ég hef ekki hægt að tala um þetta núna. Þetta 18 púls. Áður að viðtali fyrir inn. Ekki láta maður á stað, sko. Ég geti að segja eitthvað sem ég mun sjá eftir. Já, það er löngu byrjað held ég. Já, það er eitthvað. Hún skilur á íslensku, hvað er þetta? Hún veit ekki hvað torfari eins og það er geggjað. En hérna, já, ég held að náðu að kveikja í öndurinni og hitinn hefur verið svo mikið að á sellunni að það hefði örugglega náð að velgja í tanknum þannig að það var loftþrýstingur sem að ítti alltaf bensínu út úr öndurinni. Þannig að mynda vakuum. Yfirleitt kemur bara smá hættu náttúrulega en það er svona, já, ég er kannski að tala um raskatun en ég finnst það líklegt, sko. Ok. En svo þarf ekki mikið að kveikja í þessu bensínu, ná þessu bara gufur, sko, það logar í því, sko. Brautinu undan, eða þar á undan, þá man ég eftir þegar hann stoppaði í einhverjum halla, þá fór starfsmaður fyrir aftan bílinn, það drippaði eitthvað aftan úr honum og hann fór með hendurnar undir svona. Já. Og þegar hann gerði eitthvað svona og svo var ekkert meira að gera, þá hélt ég að það hefði bara eitthvað allt annað. Já, ég held að það var ekkert leikana dæmi eitthvað, en svo náttúrulega hann velti tvisvar fyrir þetta, sko. Bíllinn búinn að hanga á hvolfi líka, og það náttúrulega fellur öll olja niður, sko. Það þrífist mikið gátið, en eins og segi að stóra hluta að þá er þessum bjargaði þessum bíl var drulla, þó að hún orsakaði þetta í byrjun, sko. Já. En bíllinn var svo markaður að skít allstaðar, að skiptinguna allstaðar undir að brunni ekki eins og gúmmíhringi bara nálægt þeim það var allt kjaft fullt af skít, sko. Og það hefði náðu að stoppa að myndi kveikja einhverju meira, sko. En bensíndalan? Nú er hún bara hliðin á tanknum eiginlega? Já, hún er hérna undir, sko. Ég er að fara að rífa hún úr, sko. Hún verðist nú vera þokkalega standi, en ég á aðra. Og það skiptum hana til öryggis? Nei, ég ætla nú bara að opna á að skoða hana, sko. Já, ok. Einu er eldri sem það er svona vara. Já. En hérna, en það verðist eins og vídeóna að hann drepa á bílnum, sko. Hann Hafsteinn síðan Incarco, sko, það er hann sem drepar á honum hérna niðri þegar kemur eldurinn, sko. Nákvæmlega, það sé í gangi þegar eldurinn kemur, sko. Já. Sýnist það, þannig að ég held að dælan sé góð, en það hefur alla legnir teknar í gegn. Það er aðtöluð, sko, maður vill ekki þetta gerist aftur, sko, það er bara þannig. En maður veit aldrei? Nei, það er bara þannig, sko. En þú ert búinn að skráða þig í Hafnarfjörð? Já, ég ætla að reyna að mæta. Það er allan að markmiði og vonandi gengur allt vel. Búið að rífa skiptinguna? Já, það er held ég stærra vandamál, sko. Það er skiptingin, sko, eða konverterinn, sko. Já. Það er allt brunarústur, sko. Nú er það? Já, það er... Er hann ekki samboltaður hjá þér? Já, ég keypti hann bara fyrir sísonu, sko. Ég er ekki, sko, nei. Miður sísoni? Já, ég er ekki með að fá að prófa bílinn með hann að konverterinn sinu, sko. Nei, ok. Óskar og svo Hafsteinn, sko. Já. En hann er boltað saman og við erum opnað og við fundum nú einhverjar... Jú, býti nú við, keyrið þú ekki á Blönduósi? Jú. Þá ættu búin að prófa? Já, kom með, alveg rétt. Gott minni maður, ég man þetta. Ég man þetta úr keppni og keppni, ég man ekki hvað ég gerði, sko. Nei. Þetta er alveg fellend. En enda sérðu hvernig gæjar eru í þessu sporti, þannig að við vilt ekki með fullt vita gáum, sko. Hann sagði það ekki ég.
Ég meina þið ljótið að sjá það, engin heilvita maður að reyna þetta, sko. Það bara þannig. En eini, ég eins og segi, við erum bara vonað besta. Ljónstæðir eiga í skiptinguna til hjá mér. Það alveg konverterinn sem að geti... Ætlaðu þær að kíkja á hana fyrir þig? Nei, við erum búin að opna allt hérna sjálfur bara. Óskar, hann svo mikill haus, sko, hann sem hann tekur sér fyrir, hann gerir þetta bara 100%. En það gætir að panta eitthvað utan í konvertinu, sko. Það sem að ég hef ágjörð. Gæti tafið. En náttúrulega... Ég sýnist að það sé ykkur hérna... Það er komin eitt hérna. Svaka kökullkomuninga, það spurning hvort að við getum notað hann. En eins og segi, við þurfum bara að renna yfir þetta og sjá til og bara vona best að það sé í standi. Sko, svo náttúrulega til að eitt sé á hreinu, ef illa fer, þá bara trukkakassin í hann. Sko, það nóg búið að fara illa fyrir mér upp á síkastil, það hlýtur að stoppa núna, ég trúi ekki að það. Það bara fjara að gera kassi í hann, gamalt sakinn af... Já, það er svo mikið pláss í honum fyrir kúplinguna, það verður mig að kúpla. Bara beintengt. Bara beintengt? Já. Já, það var það... Já, bara eins og þegar Gunni var á gömlu kókumjólkinni. Já, þetta er náttúrulega svolítið breytt síðan þá. Ekki mikið. Hvað, ég bara henda dísil í hann líka þá bara fjara ykkur að kassa... Akkur ertu svona neikvæður? Já, þú græði þetta, ég hef svo mikið tíma. Núna bara förum við þessa breytingu. Þú ert inn á sjúkrahúsi. Já. Þannig að þetta sjúkan verður með þér í þessu. Já. Herðu, áður fyrir meira bull. Takk að kella fyrir. Þetta nú meira. Þetta bara búið að vera bull, sko.